þá erum við komin í gang hérna og áætlunin þessi að fyrir þetta próf 2 úr rafmótorum þá tökum við skammhlaupsmótorinn sem undir rafstraumsmótorum og við eigum eftir aðeins að skoða til dæmis stjörnuþrítsræsinguna, pólskipti mótora og stöðlun rafstraumsmótorana, aðeins varandi bilananleit og einfasar mótorana fyrir þetta próf og síðan hvaða skýrslur við tökum sem eru skýrslur 19A sem ræsing skammhlaupsmótors og með svona föstum rofum, ekki með segulrofum heldur handvirkum rofum, það var 19A og 19B ræsing skammhlaupsmótors með segulrofa, 19C mótor við Álagsvog. Það lagt álag á mótor og skoða hvað breytist í mótornum, hvernig raunafli eykst inn á hann og svo framvegis og snúningshraðinn minnkar og annað slíkt. Og síðan 19F, það var færibandaverkefnið og hvernig við snerum við snúningsátt mótorsins með því að vera með einn segulrof í gangi fyrir eina fasaröðina inn á mótorinn, þá fór mótorinn að eina átt og svo skiptum við yfir á hinn segulrofan og hann gaf okkur hina snúningsáttina inn á færibandsmótorinn og þannig að við skiptum fasaröð til að breyta snúningsátt á 3 fasa mótor. Það lærðum við þar. Í 19G það stjörnuþríhyrningsræsingin. Við skulum líta fyrst í þessari upptöku á stjörnuþríhyrningsræsinguna og það var spurt í einu heimadæminu í hvaða röð fara segulrofarnir hérna inn. Já, fyrst kemur stjarnan inn og þá þurfum við að skrifa kannski niður hvaða segulrofar koma inn í hvaða röð. Ok, alveg rétt, ypsilon fyrst, en þá fara inn höfuðrofin, það K1 og K2 sem ypsilonin hérna, stjarnan, þeir fara fyrst inn. Ok, K1 og K2 fyrst. Á sama tíma. Á sama tíma. Síðan kemst mótorinn á nægan snúningshraða og þá skipt þannig að K2 fer út, sem sagt stjarnan fer út og þá má K3 koma inn með þríhyrningstenginguna. Höfuðrofin alltaf inni eftir við setjum í gang. K1, þið vitið það. Þeir með ekki vera inn á sama tíma, K2 og K3, þá eru skammhlaup. Akkurat. Ef að K3 kæmist inn á undan K2 þá sjáum við hvað gerist. Allir 3 fasarnir hérna tengjast saman hérna í einum stjörnupunkti hér og þá þið skammhlaup, alveg hárrétt. Já. Svo að K2 verða að vera fallin út og það er snerta í honum sem gefur samband inn á K3 í stýrirásinni. Þannig að þegar K2 pottþétt fallin út þá má K3 fara að draga inn og tengja. K2 gerir? K2 hann fær strax hérna spennu og tengir saman U2, VAF2 og 2V VAF2 á tengibretti mótorsins. Viltu fá þess að stjörnuna fyrst, þannig. Já, ástæðan fyrir að viltu fá stjörnuna fyrst það vegna þess til þess að lækka niður spennuna svo hann taki minni ræsistraum, það þýðir það að við fáum 1/3 minni straum. Ertu þá ekki að hækka spennuna? Nei, ég að lækka spennuna fyrir hvert VAF í mótornum. Og þess vegna færðu minni Straum, já. Ég lækka spennuna, ég segi aðalspennan deilt með rótina 3. Það spennan sem ég fæ yfir hvern fasa í stjörnunni. Þannig að ef við værum með 3x400 volt hérna kerfi inn, að þá myndi ég fá 400 volt deilt með rótina 3 sem 230 volt, þá myndi ég lækka spennuna sem að yrði annars í beinni ræsingu 400 volt yfir hvert VAF, ég myndi lækka hana niður í 230 volt. Fyrir VAF í mótornum sem að þolir alveg 400 volta spennu, skiljið. Og hann gengur þannig yfir höfuð
oft, mest allan tíman skiljiði, til þess að gefa frá sér fullt afl. Því að þessi mótor sem að yrði ræstur með stjörnuþrýstingsræsingu, hvernig verður hann að vera merktur ef að kerfispennan er 400 volt? Þá verður það að vera merktur þarna í þríhyrning 400 volt. Það megi taka Já, þríhyrning í 400 volt, já. Kerfispennan verður að vera lægri spennumerkingin á mótornum, þá verður að vera merktur 400 volt / 690 volt. Já, Eða þá 400 volt í þríhyrningum, þríhyrning. já. En ef þú vilt tengja inn í 400 volta kerfi, Já, er það samt 680. það er merkt á hann 680 volt, skilurðu, af því að það væri hægt að tengja hann við 680 volta kerfi, en þá gætu við bara beinræst hann og tengt hann í stjörnu. Af því að þríhyrningstengingin á við 400 volta spennuna, / 690 volt á við stjörnutenginguna. Þannig að ef við erum með 3 sinnum 690 volta kerfi, þá yrðum við að fasttengja hann í stjörnu, þá gætum við að nota hann þannig. Því að þá yrði spenna yfir hvert vaf 690 deilt með rótina 3 sem er 400 volt. Þannig að þá erum við með rétta spennu fyrir hvert vaf í mótornum. Já, ég skil. Og við næðum með eingöngu 400 volta net. Já, Þá er það mótorinn að vera merktur 400 deilt með 230. nei, 400 / 690 gæti ég verið með, en svo gæti ég líka verið með annan mótor, þá gæti ég ekki stjörnuþrýstræst hann gæti verið merktur 230 / 400 volt. En þá verð ég hvernig að tengja hann? Nei, í stjörnu. Af því að lægri spennumerkingin 230 volt, þá yrði ég að nota 230 volta kerfi. En Ef ég myndi stjörnuþrýstræst til dæmis. Já, ok. 230 volta kerfi, Já, getur þá nota 400 deilt með 230. Þess að 230 / 400 volta mótor, já, og stjörnuþrýstræst hann, já. færðu stjörnu, þegar þú setur upp stjörnutengingu, Já, færðu þá 400 volta spennu inn nei, þegar fær ég lægri, þá fæ ég 230 volt deilt með rótina 3, cirka eitthvað 127 volt ef við væri með 220 volt. Þá fæ ég lægri spennu yfir hvert vaf til þess að minnka ræsistraumin niður í 1/3 miðað við beina ræsingu. Gott mál. Þetta er það sem við þurfum að einmitt að læra þessa ræsingu hérna, og annað atriði varðandi þessa stjörnuþrýstingsræsingu, hvar er yfirárasvörnin staðsett? Eftir KR. Já, hún er staðsett ekki í aðalstraumnum að mótornum, heldur í fasastraumi mótorsins. Þess vegna get ég ekki stillt yfirárasvörnina á málstraum mótorsins. Þú hefur hún í fasaströmmum því að ef hún væri í þarna málströmmum getur fasaströmmum náttúrulega mikið Öfugt. Ef ég myndi hafa hann hérna í fasastraumnum og stilla á málstraum mótorsins á yfirárasvörninni, þá myndi ég er með hann núna í fasastraumnum, já, ég má ekki stilla hana þar á málstraum mótorsins. Nei. Þar verð ég að setja málstraumur deilt með rótina 3. Já, akkurat, við erum sammála því. En ef þú væri með hana aftur og móti, Já, eins og er sýnt einhvers staðar hérna er hún bara í aðalstraumnum að mótornum. Já, þá er það á málstraum, já, þá stilla ég á málstraum. Það á að gera það. En í hinni tekníkunni, Já, mætti ekki setja hann bara þarna fyrir ofan hjá sjálfvörunum jú, og setja á málstraum. Jú, það er mjög oft gert það. Já, það er mjög oft gert. En það bara, ef að þið eru með þess tekningu, þá við hafa þetta í huga, sko. Að það má ekki stilla þessa á málstraumi. Já, heldur á málstraum deilt með rótina 3, af því þetta er inn í fasastraumnum. Ok, næsta atriði, það var pólskiptir skammhlautsmótorar. Hvernig eru þeir? Það eru til 2 tegundir af pólskiptum skammhlautsmótorum. Það eru
svo kallaðir Dalander mótorar og þeir eru með svona vöf þar sem við bara breytum tengingar inn á vöfin og munurinn sá að við getum verið með sitt hvort snúningshraðan og þá var líka sitt hvort aflið á þeim. Á milli stjörnu og þrítengingar? Já, þið sjáum, þetta heitir delta tenging og y tenging. Þetta er svolítið öðruvísi. Ok, í delta tengingu þá átt að geta verið með... Já, þá sjáum við það eru raðtengt hérna vöf. Já. Og þetta er allt öðruvísi útbúnaður og það sem að gerist er að við fáum pólafjöldin hann breytist í mótornum. Þannig fáum við annan snúningshraða. Eins og hérna erum við með 1460 snúning á mínútu annars vegar í D-tengingunni og hins vegar í stjörnu-tengingunni þá erum við með 2915 snúning á mínútu, sem sagt meiri hraða. Er þetta samt myndið til vinstri, er það Dalander? Já, þetta er Dalander tenging vegna þess að já, þetta er bara sitt hvor tengingin inn á hann sem er gerð með sjögrófum yfirleitt. Það er hægt að gera þetta með handvirkum rófa líka. Hverju ertu að breyta? Ég er að breyta pólafjöldanum í mótornum til þess að fá annan snúningshraða. Ég er að fækka pólafjöldanum til dæmis hérna yfir í stjörnu til þess að fá meiri snúningshraða. Hérna er til dæmis 2 póla / 4 póla. Og er þá myndið til vinstri 2 póla og til hægri 4? Ég sem sagt 2 póla þá erum við með meiri snúningshraða. 4 póla þá erum við með lægri snúningshraða. Það er ekki samkvæmt þessu sem það. Nei, þá er þetta í öfugri röð hérna, sérðu. Já. Þú veist, eftir þessum fleiri póla þá er snúningshraðinn lægri. Já. Það ertu með 2915 snúninga í og þá ertu með 4 póla að gera ráð fyrir. Nei, þetta er ekki lægri snúningshraðinn. Nei, en á hann ekki að vera lægri þarna með? Nei, sko, þetta hérna er hérna bara sko, þetta er ekki víst að þetta sé í réttu samhengi hérna. Já, við mótorum. Já. Þetta er bara í röð. Ætti hann samt ekki að vera lægri í tengingunni því að það ljóta að vera fleiri ból og það heldur en í Já, það er ekki alveg hérna gefið, sko. En sjáu þið hvernig þetta er gert. Þetta er gert svona í hérna tengingunni, á tengibrettinu. Þá er samtengt hérna í tengingu, þá er hérna skinnur sem er setta hérna og þetta er hægt að gera annarkvort með handvirkum rófa eða með sögurófum. Að tengja annars vegar beint inn á hann hérna í D-tenginguna, inn á U1, 1 vaff og 1 vaff, eða það er skamhleyft með öðrum segurófa og tengt inn á hann í staðinn inn á 2 vaff og 2 vaff. En að Meira hraða. taka á hina myndina, er ekki, hvor er 2 pólar og hvor er 4 pólar af þessu myndinu? Er D alltaf færri pólar eða er EE alltaf færri pólar? Við sjáum það að þetta hérna er lægri snúningshraði og þá er hljóta að vera fleiri pólar. Þá er lægri snúningshraði. Hvort sagði það var fleiri? Þessi Nei, öfugt. Minni snúningshraði, fleiri pólar. Þetta er nefnilega öfugt hérna. Ok, hérna sem sagt hinn tegundin hérna er bara sem sagt öðruvísi tenging y í Dalander mótor og þá hérna þá sem sagt það er önnur tegundin sem sagt Dalander mótor. Hinn tegundin er mótor með 2 aðskildum vöfum og þá er sem sagt ýmist hægt að fá þetta sem sagt með fasttengdum svona D, eða y.
Þannig að þessar tvær tegundir. það er þessar tvær tegundir, það er mótor með tveimur aðskilduvöfum, það er bara venjulega skamhljómsmótor með tveimur settum af vafningum, skilji. Já, en ekki svona Dalander þar sem hægt að bara tengja mismunandi inn á vöfin inn í mótornum. Heldur bara alveg tvö aðskilin sett af, já, Tvö mismunandi vöf. tvö mismunandi vöf, já, Svo þá myndir líka þriggja fasa. Kosta það, þú starfst eða með eitt vaf inn á mótorinn sem bara hlið og síðan hitt vafið sem veist. Já, fyrir, Það eitthvað. ef annar snúningshraðinn, já þetta gæti verið kostur ef annað vafið myndi eyðileggjast, brenna, þá gætum við notað hitt á hinum snúningshraðanum og þá væri mótorinn ekki alveg ónothæfur, Svo að þessi hugsanlega. Y/Y, það er þá með tveimur aðskildum sátum. Já, það er reyndar bæði til í Dalander mótor og í mótor með aðskildum sátum, samkvæmt þessum texta hér. Svo, þetta er hinn tegundin af Dalander. Já. Já. Svo þetta er, þú varst tvær tegundir í byrjun, þá var það fyrst Dalander mótor almennt og mótor með tveimur aðskildum vöfum. ok. Já. Og inn í Dalander mótorum eru tvær tegundir og það er DEE og EEE. Já. Ok. Þá erum við búin með pólskipta mótora og þeir eru til þess að fá tvo mismunandi snúningshraða. Og síðan náttúrulega við erum með hraðastýringar líka inn í þessu og aðalmálið með það er við tökum meira í sambandi við það fyrir næsta próf en þar erum við förum betur í það fyrir næsta próf. Sleiturhringjamótor tökum við ekki mikið í þessum áfanga þó að við bara könnumst við hann, við höfum svarað spurningum úr honum. Hér setjum við bara viðnám inn í snúðrásina til þess að til dæmis að ræsa hann eða svona að reyna að breyta aðeins snúðurshraðanum líka. En við förum ekki mikið í hann meira. En síðan stöðlun ritstöðunsmótora, eina sem þið þurfum að passa upp á þetta er að nú eru komnar nýjar gerðir af stöðlum frá Evrópusambandinu, þannig að nýr tækjabúnaður, hann geti komið með þessum nýjum mótorum og það er ekki alveg sama frá hverjum við kaupum mótorana í staðinn. Þannig að þeir verða að vera framleiddir samkvæmt þá þessum nýju stöðlum ef að þeir eru í nýlegum evrópskum vélbúnaði. Þá þurfum við að passa upp á það. Og það er alls konar mál sem við þurfum að fara eftir. Síðan varðandi rakavörn og þéttleika mótora, þá er það index of degree of protection, það er IP-tölunar hérna og önnur talan er fyrir ryk, fyrirtalan sem sagt tugurinn, en einingin er fyrir vatnsþéttleikan. Og því hærri talan því þéttara. Já, því hærri talan því þéttara. Og það getur komið á próf. Hugsanlega, já, en þá yrði svona tafla með. Já. Og myndi þá standa líka fyrir talaði fyrir þetta sem? Nei, væntanlega ekki. Fyrir ryk, þéttleika er fyrirtalan og seinni talan fyrir þéttleika, já. Og þannig að hérna við förum ekki svo svakalega djúpt í þetta. Við höfum farið aðeins kannski varðandi hitaflokkana að það var einhver spurningu þetta í bókinni, til dæmis varðandi fyrst umhverfishitann, hann er hérna 40 gráður almennt gerður ráð fyrir öllum þessum flokkum og síðan er alltaf hitastigs aukningin í mótor sem kemur vegna náttúrulega álagi á mótorinn og einangrunarflokkurinn hann þolir mesta hita aukningu og síðan eru öryggismörkin hérna 15 gráður hérna fyrir ofan. Og F-ið er algengustu mótorarnir, þeir eru með hitaflokkin F.
Það eru lang algengustu mótorarnir sem eru á markaðanum. Ok, síðan eigum við bara eftir, já, þetta var þetta hérna, tímafsvörðin og hitaleiðana. Þetta fer í síðasta prófið af því það er ekki inn í og bilanleitt í mótorum. Þetta er fyrir próf 3, ekki prófið núna. Við skulum skoða hvað er eftir að fara í hérna. Já, einfasa mótorana. Við höfum eftir að fara í gegnum þá. Ég hef búin að fara í pólskiptimótorana og þá eru bara einfasa mótorarnir eftir og síðan að fara aðeins í fleiri atriði í skýrslunum og líka í aðeins varðandi vægiskúrfuna aftur sem að við erum fyrst að fara áður ég fer í einfasamótoruna þá ætlum ég aðeins að taka fyrir hérna vægiskúrfu mótors. Úps, sleppa þessu. Það er þessi kurva sem þú sýndir áðan. Já, það er þessi kurva hérna. Þannig að þið eigi að geta merkt inn á þessa kurvu sem sagt málvægið, það kemur fram í töflu eins og töflun sem að ég var með og þið finnið þessa töflu hérna ef þið týnir henni einhvers staðar þá er hún undir efni. Þá finnum við þessa töflu undir kennslu efni og hérna er já, sko slóðir, svona sjá Slóðir á mótorkynningu. Þetta er varðandi hérna þetta eru töflur, þetta er sannlega þá í töflum hérna, töflur og skilgreiningar. Þetta er í töflur og skilgreiningar tákna. Hérna eru mótorstæði, kennistæðir, mótora frá framleiðanda. Þetta er hérna. Skulum sjá, þetta er að hlaðast niður hérna. Hérna er taflan. Þannig að þið notið þessa töflu hérna, fáið hana í prófinu þá og þið fáið, ef það er vægið gefið upp hérna, það er hérna tork sem sagt, það er, við köllum það M. Og ef við segjum til dæmis 4 kW mótor, ef við tökum það sem dæmi hérna, þá sjáum við hérna að TN er þarna 26 newtonmetrar og já, ræsivægið væri þá 2,5 sinnum 26 og þá myndum við setja það inn á kurvuna, skiljið, hérna, ræsivægið hérna. Nei, kurvan kæmi með og þið ættu bara að merkja inn á hana. Merkja inn á þarna Já, væri bara tölurnar. svona mikið ræsivægi. Já. Setja inn newtonmetrana hérna. En Málvægið væri málvægið hérna væri þá bara 26 newtonmetrar hér, síðan margfaldaði sinnum 2,5, þá myndið þið setja þá tölu hérna og síðan sinnum max, það er hérna, já, byrjum við hérna 4 kW mótorinn, hérna er þetta 26 sinnum 2,9, já, það væri max. Það væri búið að setja á töflunni, hérna er hámarksvægi, hérna er... Já, það væri bara búið að setja nokkra staði, en þið þurfið að ákveða hvar er startvægið, hvar er, já, þið þurfið að setja á rétta stað, skiljið. En það er ekkert hæsta... Þetta er max, þetta er max, skiljið. Þetta er hámarksvægi hérna og hérna er ræsivægið, nei hérna, ræsivægið hérna og þetta er ræsistraumurinn. Akkurat, í beinni ræsingu. Af hverju er og málstraumurinn hérna. og málstraumur ekki alveg, af hverju smá til vinstri? Þetta á að vera á við sama snúningshraða. Þetta á að vera bein lína hérna upp. En þetta Bara villa í tengingunni. alveg á punktinum. Hérna er punkturinn, fyrir málvægi, straumurinn. Aðeins til hægri.
Áttu Þetta hérna, þetta er samfasasnúningshraðinn. Já, ok, en þeir eru ekki samfasa. Nei, sko, málið er bara það að, já, mótorinn er ósamfasa auðvitað, hann verður að snúast hægar til þess að fá afl. Og ennið, þetta er snúningshraði við fullt álag. Og það er svolítið aðeins hérna fyrir neðan samfasa snúningshraðan. Ef hann væri hérna uppi, hérna er skrikunin sem sagt 0. Hérna, við samfasa snúningshraðan. En skrikunin verður að vera einhverjir snúningar, hérna, við fullt álag. Ok, spurning? Já, hérna, áttu eitt af þessu blaði hérna með útskýringum hvað allt þýðir. Svo út af því að þú veist... Já, þá kæmi þá fram í prófinu, sko. Hvað útskýringar á því? T, N, T, I, T, B, T. Já, ég skal bara fara yfir það núna. Það væri gott svona... Fer yfir það núna. Að, sem sagt, hérna TI deilt með TN. Þetta er þetta er hlutfallið á, hérna, þetta er ræsivægið TI á móti málvægi. Til þess að fá fram þennan stöðul. En T er þá bara ræs... T er bara tork, skilur þú? Já, en TI... TI er ræsivægið. Hvað er hitt? TN er málvægið, TB er hámarksvægið, eða M-max. TB er hámarksvægið. Þannig að við sjáum hérna, eins og við 4 kW mótorinn, þá er það 2,9 sinnum málvægið til þess að fá fram. Hvað er þetta moment og við netti? Við skulum sleppa því, ég ætla ekki að fara í það núna. Ok, þá... En þetta IS-11 eða eitthvað? Já, LS-11. Já, þetta er ræsistraumurinn, sem sagt. Þetta er I start deilt með málstraumi, sem er IN eða I nominal. Sem sagt. Þetta er ræsistraumur deilt með málstraumi. Málstraumurinn er hérna, næsti dálkur hérna til vinstri, IN, það er í amperum. Og þessi tala sem er þetta hlutfall hérna, þetta er margföldurna stöðullin, hversu mörgu sinnum meiri er ræsistraumurinn heldur en málstraumurinn. Ef við segjum hérna í 4 kW mótorinn, tökum hans sem dæmi, þá erum við með strauminn við fullt álag er 8,2 ampere. Ræsistraumurinn er þá 7 sinnum 8,2 ampere. Já, og þá fáum við þessa tölu sem að stendur hérna í start. Það væri svo tala. Og á kurvunni er sá staður, hann er hérna uppi, þegar að mótorinn er stopp, skiljið. N er sama sem 0. Þá er mótorinn stopp. Og það er ræsistraumurinn við beina ræsingu. Ef þið eigið að finna út ræsistrauminn við stjörnu þríhyrningsræsingu, þá byrjiði eins, þá margfaldiði málstrauminn sinnum hlutfallið, síðan deiliði með 3, vegna þess að í stjörnu þríhyrningsræsingu þá dettur straumurinn niður 1/3, niður í 1/3. Þá deilið með 3. Ekki deila með 1. Nei, deila með 3, já. Af því að straumurinn fer niður í 1/3 af málstraumi við beina ræsingu. Já, þá deilir við með 3. Í stjörnu þríhyrningsræsingu, já. Þetta er við beina ræsingu, það er sem sagt samkvæmt töflunni. Ef við tökum 4 kW mótorinn, þá er það 8,2 sinnum 7, það er beinræsing. Deilt með 3, það er við stjörnu þríhyrningsræsingu. Það er ræsistraumurinn við stjörnu þríhyrningsræsingu. Ok, það er allt saman klárt. Einfasa mótorar. Næsta mál er einfasa mótorar, alveg hárrétt. Þá drifum við því.
Það er eitt í þessu sem þið þurfum að vera alveg klárir á líka, að það er að geta teiknað hérna inn á hvernig vöf tengjast inn á tengibretti. Þurfum við að geta teiknað tengibretti sjálf? Eða gert merkingarnar inn á það. Bara merking? Vaf og töflaf, það verður væntanlega svona kassi með svona tengipunktum. Já. Ég spurði aðeins út í þetta rauða lína, þá erum maður að tengja yfir það ekki, eins og ég gerði áðan. Já, sko, stjörnutengingin er hérna. Já. Vöfin eru sýnt hérna á milli. Alltaf eins. Fasana samt í eitt vaffið og vaffið. Já. Já. Hérna koma fasarnir þrýrir. Þetta er náttúrulega bara þrýningur. Já. En hvað er með aflið? Og það áðan við vorum með ræsiströmm Já. og það er stjörnuþrýningstekník þá deilum við þrjá. Já. Við gerum það líka með aflið. Já, aflið deilum við líka með þremur þegar við erum að ræsa, þá fer hérna ræsivægið í stjörnuþrýningsræsingu, það fer líka, við erum líka að deila með þremur í það, miðað við beinaræsingu. Ef við skoðum, já, alveg rétt, bara rétt að renna í gegnum það, að hvernig reiknum við út ræsivægi við stjörnuþrýningsræsingu, þá segjum við bara alveg eins hérna, við erum með newtonmetra eða 26,5 newtonmetra við 4 kW mótor, sinnum 2,5 í beinni ræsingu, þá fáum við newtonmetrana við beinaræsingu og svo deilum við með þremur, þá fáum við ræsivægið við stjörnuþrýningsræsingu. Yes. Það er alltaf deilt með þremur þegar við erum með stjörnuþrýningsræsingu. Þá dettur ræsivægið niður, þá bara deilum við með þremur í ræsivægið með beinaræsingu, deilt með þremur, þá fáum við út ræsivægið við stjörnuþrýningsræsingu. Sama gerist með strauminn, hann dettur niður. Ok, þannig að þá eru þið alveg klárið með það að geta teiknað inn á svona og merkt hvar vöfin tengjast inn á tengibrettið og hvernig tengibrettið er merkt. U1, U2, VAF1, VAF2 og VAF2 og VAF2. Ok, síðan hvernig á að stjörnutengja og hvernig á að þrýningstengja. Þetta þurfum við að kunna alveg. Síðan einfasa mótorar. Loksins. Skemmtilegir mótorar. Einfasa mótorar? Já. Nei. Við erum bara ekki. Þið hafið samt tekið einn einfasa mótor sem er allströmsmótorinn. Það er mótor sem að er í borvélum til dæmis. Hann er eins og raðarmótorinn. Eins og startarinn í bílnum ykkar, það er líka raðarmótor. Já, en ef þetta er bröðslaus? Nei, já. Ertu með startari sem er bröðslaus? Nei, þú tala um hérna. Já, borvélar. Borvélina? Já, en sko, það er líka til ennþá borvélar, stórar borvélar sem að eru með hérna allströmsmótor í sér. Já, hersluborvélar, höggborvélar. Það er svona, já, stórar höggborvélar og svoleiðis borvélar sem eru svona fyrir mjög stóra bora og eitthvað slíkt og þá þurfa að vera svolítið öflugri heldur en kannski. En þær eru orðnar miklu stærri þessar sem eru bröðslaus, það er alveg rétt. En við erum að tala þessa mótora líka, þetta eru líka skammhlaussmótorar en þeir eru einfasa og þeir eru með tveimur vöfum, það er sem aðalvafi og hjálpavafi. Og það eru til 3 mismunandi ræsi aðferðir og í þessari viku þá var sem sagt eru verkefnin í bókinni sem átt að svara og meðal annars sem spurtu það hvað eru 3 aðferðir við það að ræsa einfasa skammhlaussmótor svona sem er með aðalvafi og hjálpavafi. Það gæti verið pottþétt prófstuðning, já. Það er ræsing með ræsiþétti, það er fyrsta aðferðin. Önnur aðferðin ræsing með ræsiliða. Þriðja aðferðin er ræsing með viðnámi. Þá er viðnám sett í raðtengingu við hjálpavafið. Þannig við kallum þetta viðnámsræsing
liðaræsing og þéttisræsing. Þetta er einfalt. Hvað er fyrst? Viðnámsræsing, liðaræsing, já, og þéttisræsing. Ræsing með ræsingétti, ræsiliða og viðnámi. Og viðnámi, já. Það er líka hægt að svara því svoleiðis, já. Ok. Og hérna, tilgangurinn er sem sagt sá að fá það bil 90 gráðu afstöðu milli straumana í hjálpavægi og aðalvægi, þá náum við sem bestu ræsivægi á mótorinn. Já, spurning? Í svona litlum, D-volt viðum, Já. þá, hvers konar ræsing á þeim? Þetta eru brushless mótorar og jafnvel hugsanlega í einhverjum tilfellum gæti verið skrefmótorar í svona búnaði en oftast kannski vera brushless mótorar. En það er ekkert svona, það er ekki þessi tegund hérna, því að við erum að tala um stóru standborvélarnar. Svona mótorar eru á þeim, þar sem við erum að bora stóru borvélarnar. Er það engin öðru sérstök ræsing á svona litlum vélum? Er það bara beint? Nei, það er rauninni bara beint hraðastýring, sko. Þá ertu rauninni að setja bara tíðni ákveðna púlsítarmótun út á sátrið eða að stjórna með púlsum út á skrefmótor til þess að stjórna hraðanum á honum. Og þá ertu oft með snúðinn að hann er sísegur snúður. Já. Sísegla, það Já. eru náttúrulega segla. Já, það er bara fasti seglar sem að eru allar hringinn skiptast á norðurpót, suðurpót og kannski mismunandi raðað upp, þannig að þú ert með mjög gott vald á því að snúa honum hægt og snúa honum nákvæmlega og allavega. Það eru miklu betur nýttir í þeim mótorum, Jú, væntanlega er búið að þróa það yfir í betri nýtni, ég geti trúið því. Þá er ekki neitt, þá er engin snerting við snúði. Nei, einmitt. Minna slitt, já, líka minna slitt og hérna búið að þróa þetta alveg ótrúlega mikið. Þannig að það er ekki fyrir þetta próf, við þurfum að klára prófið. Já, en þessi mynd var sem það tala um 90 gráða hot líka. Já, það er 90 gráða hot á milli straumsins í aðalvægi, hjálpavægi til þess að fá mótorinn í gang. Já, það er best að gera það með því að tengja þétti við hann. Við náum því með því að setja hjálpavægi af og náttúrulega líka með viðnámi, en við fáum ekki eins gott start, sjáu þið. Til dæmis með viðnámsræsingu, þá fáum við bara hérna, hvað er það, svona 50 gráður, eða 60 gráður, það stendur hérna. Það er að senka strauminn á hjálparvæðinu. Reyndar ég flýti straumnum í hjálpavæginu með því að tengja þéttin til þess að fá það bil 90 til 100 gráðu fasvik á milli straumana í aðalvægi og hjálpavægi. En ef við myndum ekki setja þétti ræsiliða eða viðnám, þá myndi þeir bara vera á Mjög máttlausir í gang, en þú getur hins vegar snúið þeim í gang með því að þeyta þeim af stað. Væri þá ennþá eitthvað spil á milli? Já, það gæti verið kannski 14 til 25 gráður, eitthvað svoleiðis. Já. Mjög lítið fasvik, þannig að þeir væru mjög máttlausir og kæmist í rauninni ekki, jafnvel ekki í gang. Allstraumsmótorar sem ég nefndi áðan, það eru mótorar í borvélum, í hrærivélum og í ryksugum og þið hafið, já, hérna sjáum við mynd af hérna snúðunum og þetta er sem sagt raðtengt sátrið, þannig að þetta er í rauninni raðarvél og það eru kol hérna sem að snerta þennan straumvendi hérna, en við getum notað þessa mótora bæði við riðstraum og jafnstraum. Hins vegar, náttúrulega, ef það er riðstraumstýring á þeim, hraðastýring fyrir riðstraum, þá náttúrulega getum við ekki notað hann beint á jafnstraum. En þessi mótorar, sami mótorinn, bara plain mótorinn, hann getur gengið á bæði DC og AC. Hvernig er hann eitthvað breytt? Hver er munurinn þá á allstraumsmótor og
Þannig að hinn og hérna venjulega að venjulega mótor er eins og bara skamhlaupsmótor með skamhleyptum snúð og bara sátri bara eins og venjulega þryggjafasa mótor. Hann er bara byggður upp, bara lítur út mjög svipað eins og venjulegur skamhlaupsmótor. Já. Bara eins og hérna, við vorum með myndir af hann hérna bara. Hann er bara mjög svipaður eins og þessi hérna og grindin er svona í honum, það er skamhleyptur snúður á honum og en hins vegar það er ekki þryggjafasa spenna inn á hann, það er bara einfasa og það er bara 2 vöf. Þannig að það er eini munurinn á þeim sko. Það er bara svipað, það er bara sátrið, það er bara með vindingum sem lítur mjög svipað út eins og ef þetta væri þryggjafasa eins og við sjáum hér og snúðurinn er bara skamhleyptur snúður. Og þessi tenging, hún er eins í öllum einfasa mótorum. Já, mjög svipuð, já. Þannig að hérna, ok, nei ég er ekki búinn að lesa upp og hérna ég ger þá eftir þegar ég er búinn að klára upptökuna. Það sem eina sem eftir er hérna í sambandi við einfasamótoruna, allstraumsmótorar, það er búin með þá, það er til skuggapólsmótorar, þeir eru í dælum. Þetta eru dælumótorar í þvottavélum og uppþvottavélum. Þið sjáu hérna er myndina, hafi ekki séð svona dælumótora. Og þetta er skuggapólsmótor. Við eigum svona sýnishorn bæði hérna í stofunni og líka inn í 106 stofunni og síðasta gerðin á mótorum er skrefmótorar. Og þannig að þá er ég búinn að fara yfir allar þessar tegundir fyrir próf og síðan er ég búinn að fara í atriði sem eru varðandi þessi skrefmótorar. Þá notaður í vélmenni þá. Já, þeir eru notaður róbota og vélmenni sem sagt og hérna prentara og slíkt. Þannig að því að það er hægt að stjórna þeim með mjög nákvæmlega, skilja. Já. En varðandi síðan bara allstraumsmótor, já. Nei, pólskiptir mótorar. Já, það var til þess að þeir voru 2 hraða. 2 mismunandi hraðar. Og það er einn af þessum 3 mótorum. Já, það er venjulega 3-fasa mótorar sko. En þeir eru bara tengdir mismunandi til þess að fá mismunandi snúningshraða á það. Vorum við ekki að skoða 3 mismunandi mótora? Sko, núna í síðasta kaflanum þá vorum við 1-fasa mótora. En þar áður vorum við með venjulega skamhlaupsmótor, svo vorum við með pólskiptamótora. Já, pólskiptamótora. Já. Ég er samt að pæla með pólskiptamótora. Já. Hvernig vinnur þetta? Hvernig breytist? Hvernig verða allt í einu til fleiri póla? Það er þannig að þú ert að tengja mismunandi inn á vöfin og straumarnir fara mismunandi átt á hverju augnabliki. Þannig býrðu til fleiri póla og þá ertu með annan snúningshraða. Þannig færðu þetta fram. Þú getur að vera að tengja ennþá jafnmörg vöf. Já, en þú getur verið að fara inn á öðrum stað inn á mótornum. Þá færðu fleiri póla í mótornum. Og það færðu minni segulkraft. Jú, það er líka mismunandi. Það er líka mismunandi en þú breytir póla fjöldanum í mótornum og þannig færðu mismunandi snúningshraða á mótornum. Já. Þá held ég við segjum þessa upptöku komna en þið getur spurt mig eitthvað spes eftir það.